Don't Stop, Color on the Walls. Klukkan á 4 og FM 95 blöð yfir hafi göngu sína þennan miðvikudaginn og eins og alla aðra miðvikudag þá situr hérna á móti með Peter Johansson Fusion, verður velkominn. Takk að ég kærlega fyrir, gaman að vera hérna. Já, og gaman að hafa þig. Og já, við erum í því líku stuði núna því að það Þakka þér fyrir Rauður. Pétur, rosalega pakki framöndan. Já, þakka þér Pétur. Sömuleiðis, elsku vinnurinn minn. Hvernig ertu? Það er þétt. Já, við erum með kæri hlustandi, við erum með rosalega þáttir í dag. Ég er ekkert að íkja núna, stundum segi ég sko, við erum með rosalega þáttir ykkur í dag og þá er ekkert svo rosalega mikið framöndan. En við finnum úr því sko. Nú er ekkert grín að gabbi í gangi. Nei, nú er ekkert verið að ljúga þegar ég segi að það er smekksneisa og nánast of mikið að vera hjá okkur strákunum. Það er rétt hjá Rauðum Blöndal. Já, viltu að ég fari yfir það fyrir þig og hlustendur? Ég er eiginlega orðinn þreyttur núna. Já, það er svo mikið. Við erum að fara að gerast. Við erum Þetta er rosalega. Hérna á eftir í spjalli hjá okkur, kemur ísdrottningin sjálf, Ice Queen, hún Ásdís Rán. Hún er stödd hérna á Íslandi, það var hérna yfir páskana og leiðin aftur til Búlgaríu. Já. Hún ætlar að kíkja hérna í stutt spjalli hjá okkur strákunum. Og það er ýmislegt. Bara stutt spjall, því hún hefur ekki tíma fyrir langspjall. Nei, það er mikið að gera hjá henni. Það er örugglega sko, hún er að lifa þannig lífið, það er örugglega einhver myndataka hjá henni í kvöld, svo þarf hún að poppa kampaðinu miðnætti. Það er ekki til dauð mínúta í lífinu hjá þessari stelpu. Það er ekki dauð mínúta, það er svo rétt hjá þér. Já, það er maður er raunin þakklátur að hún gefur sér tíma til að kíkja hérna í smá spjall. Já, mér finnst ótrúlegt að hún skuli eiga 3 mínútur handa okkur. Ég segi ekki hana. Já. Það er það mikið að gera hjá henni. Og ég ætla að spyrja hana bara hvaða skemmtistað er hún opni í kvöld? Já. Hvar er hún að halda partíi í kvöld? Hvaða skemmtistað er hún ekki opn? Já, og hvar er hún að kynna nýju vörurnar sínar á morgun? Það er svo mikið að vera hjá þessari stelpu. Já. Að það er eiginlega bara forréttindi og heiður að fá henni hérna í smá spjall á eftir. Svo náttúrulega allar þessar spa meðferðir. Já, svo er Það er nú einhver tími í það. Já. Skella sér í spa. Ég meina, hún lítur byrjaði daginn á spa og svo er spa í hádeginu og spa setni bandinn. Já, hún er örugglega í spaði núna og tekur svo kvöldspæði kvöld. Já, þegar hún er búin að opna einhverja skemmtistæði inn á milli. Það segir sig sjálft að þessi húð, þú kaupir hann ekkert í Hagkaup sko. Nei, kallið minn. Þetta eru spa-treatments og hún er living the good life eins og við segjum. Og það er nú ekki það eina sem hann verið. Þetta er Gunnþór, vinur minn. Hann er á sínum stað og Gunnþór hefur ekki verið hjá okkur núna í 2-3 vikur. Þannig að það hefur gaman að heyra í honum og hann lét fólki í Mótus heyra það núna. Já, innheimtu fyrirtækið. Já, og bara fyrir barðinu á Gunnþóri. Já, þetta hét einu sinni Intrum Justica eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er fyrirtæki sem að margir kannast við. Þetta er fyrirtæki sem að lagði mig í einelti þegar ég var á þegar ég var svona 20. Þegar þú átti Hyundai? Þegar ég átti Hyundai Coupe og borgaði aldrei vídeospóluna mínar. Já. Það var svona pínu eins og þetta fyrirtæki var að leggja mig einelti. Það var svona eins og ég væri bara í einhverjum forgang hjá þessu blessaða fyrirtæki. Jöfull var ég á þreyttur á þeim maður. Allt þetta fólk byrjaði daginn á því að semja bréf sem var sendt á Rauðum Blöndal. Já, það var bara, voruð þið búin að semja bréfið á Utta? Nei, við þurfum að finna eitthvað hérna. Við erum að vinna í því. Já, hann er bæðið með Hyundai Coupe, hann skuldar inn í Hlíðakaupum, hann skuldar í bakaríun og Sauðárkróki, það er eitthvað vídeólega hérna eftir hann, hendið einhver á hann. Þetta var bara endalaust. Já. Ég fekk fleiri pósta frá þeim en nokkrum öðrum. Þannig að það var komin tíma og Gunnþór hringdi þangað. Já, ég er mjög ánægður með Gunnþór. Hann lætur Mótus heyra það hérna eftir. Svo erum við líka með gamlan lið sem heitir Hvað segir Kjellin? Já, Hvað segir Kjellin? Já, þetta er eitthvað sem við strákarnir lékum okkur í eftir vinnu á föstudögum. Ég svepp á Pétur. Já. Og hringdu við í fyrirtæki og eina sem mátti segja var Hvað segir Kjellin? Já. Þar til að var skellt á því. Ákvaðum að gera það bara hér í útvarpinu núna. Já, og líka í fyrsta sinn sem að við gerum þetta þá og einhver annar fær að heyra það. Við gerum þetta okkur bara til svona dagrastýtingar á sínum tíma. Já. Þannig að það er líka á sínum stað, svo ætlum við að tjekka á veðrinu, við ætlum að segja ykkur á eftir hvað klukkan er, svo höfum við með hérna rólu og romantísku innkomuna hjá þér. Hún var ekki síðast af því að það var svo mikið að vera hjá okkur líka þá. Aldrei að vita hana með hendum karaokeinu einhver staðar inn í þetta allt saman. Svo erum við að fara að keppa í karaoke líka. Eins og heyri hlustendur ef að þið vogið ykkur að skipta stöð eða fara úr bílnum eða úr vinnunni. Þá gætu þið mistað einhverju. Þá missið þið af helling, þið gætu ekkert mist, þið missið af helling. Maður lifandi. Já. Byrjum þetta á Olly Murs, Heart Skips. Hann er að segja þetta maður. Reglulega þessu. Já. Já, bara hjarta er að það missi slátt bara, þeir verða svo ástangnar. Já, þú vinniðinn hafa lendið í. Já, nokkrir. Þú þekkir þetta ekki sjálfur? Já. Þú ert nú svona ástfangin manneskja. Já, hjarta mitt sífellt að skipa bít. Já, missa slátt. Já, missa slátt. Nei, það er komið að ég gleymi, ég er svo mikil í lúði, nú gleymdi ég að þú ert hérna og ég nenni ekki að hlusta á vælið þér, þannig að Slúðrið í FM 95 blöð. Það var Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl. Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman?
Slúðrið í FM 95 Blö. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blö. Já, komið þið sæl og velkomin í slúðrið hér í FM 95 Blö. Sérstakur slúður sérfræðingur okkar Auðun Blöndal sjálfur. Hann er hérna, hvað segir Auðun? Herði, ég er hress og ætla að byrja slúðrið á vinkon okkar Kim Kardashian. Þetta er nú ekki fyrsta sinn sem að nafn hennar ratar í þennan slúðupakka. Nei, það er rétt. Ég var að segja ykkur frá því í gær við Sveppi vorum að segja ykkur frá því að hún er byrjuð að hitta hann Kanye West, rapparann, sem er gríðarlega vinsæll í þessum þætti, mikið spilaður. Og nú var sambandsráðgjafi, hún Rachel A. Sussman, að ráðleggja Kim Kardashian að fara sér hægt. Ekki fara of geist í þetta því að það er aðeins 6 mánuði síðan hún skildi við eiginmann sinn Chris Humphries. Og hún er að biðja hana að fara rólega í sambandi til að byrja með og svona, fara sér hægt. Og ég fór svona að hugsa að þessi kona, Rachel A. Sussman, nú vinnur hún bara sem sambandsráðgjafi. Já, fyrir stjórnundar. Já. Hvaða bull er það? Það held ég að sé bara þið besta mál. Heldur þú, eru þetta fólki í vinnu þetta á Íslandi? Nei, ég held ekki og ég held að sé vöndun á slíku. Já, það er þægilegt að geta... Það er kannski mögulega Sigríður Klingeberg sem að væri... Sem gæti svona hjálpa manni? Já, ef maður er í vesinni. Er hún ekki meira spá fyrir? Jú, reyndar, en ég sé hana samt fyrir mér til að sé hana fyrir mér sem góðan sambandsráðgjafa. Já, en Kim Kardashian virðist vera að glíma við ástsýki, að ég held. Já. Hún á voðalega erfitt með að vera ein. Já. Ég sýnist það. Hún er ástmikil kona og... Já, she's got a lot of love to give. Já, og bara passið ykkur. Já, hún virðist líka svona kallmenninni sem hún hefur verið með, hafa allir verið svona tölvöld stærri en hún. Já. Hún virðist vera fyrir þá stóra. Já. Já, svona... Það var hærri. Hún er fyrir þá hærri. Akkurat. Næsta slúður Auðun Blöndal? Næsta slúður er af honum Usher, en hann er ekki dáinn. Þetta stóð með stórum stöðum í slúðurpakkanum sem ég fæ sendan hérna á FM preppin okkar. Já. Og þetta virðist vera nýjasta æðið í Bandaríkjunum. Það er að twitta og setja allt Facebook og inn á slúðursíður að einhverja stjörnur séu dánar. Þetta er svona leiðilegt æði og meira að ammans Usher fekk algjört sjokk þegar hún var spurð hvort að strákunum var á lífi. Skal trúa því. Því að þetta var komið út allt og ég man eftir daginn, þetta var líka með Bon Jovi. Það heldur allir hann var í dáinn. Því að sko þessar síður eins og Twitter og Facebook þetta er orðið svo stóra síður og ef það var svona grín fyrir gang og þá byrja bara einhvern veginn allir að trúa þessu. Já, þetta er klúður sko. Já, þetta er líka hver startar svona húmor? Er þetta skemmtilegt? Nei. Spáði ef við myndum gera þetta á Íslandi hvað þetta væri ógeðslegt. Myndum alltaf bara að segja núna að Herbert Guðmundsson verið dáinn. Já, það væri hrikalegt. Já, þannig ég fatt ekki alveg hverju byrja með svona leiðindahúmor. Nei, ég er sammálaður, þetta er ekkert gaman að þessu. Nei, og svo stendur hérna, þetta er víst nýjasta æðið. Ekki ástæða til að vera standi í þessu. Nei, og það stefnir í úlfur í þessu öllu saman held ég. Já. Menn munu ekki trúa þegar það svo gerist loksins. Nei. Nei, reyndar úlfur, fólk trúði nú með vitni. Já, nei, ég var alveg bara, þetta er örugglega eitthvað bölvu vitleysa. Já, reyndar, þegar þú segir það, maður hugsaði það fyrst, maður var ekki alveg að kaupa þetta. Nei. Herðu, svo er það síðasta slúðri hérna í slúðupakka dagsins. Þetta er rólegur slúðupakki, ég veit það, kæri hlustandi. Ég meina, þú veist. Bætum ykkur það upp hérna með miklu skemmtiefni. Partur af lífinu, sko. Já, það er ekki alltaf góð slúður. En slúðri hérna í lokin er að Rolling Stones er á leiðinni í stúdíó og ætla að fara að gefa frá sér nýja hljómplötu. Vá. Já, ég meina, þetta er hefi slúður. Já, en er þetta ekki, sko, hvenær er no, spyr ég? Aldrei, maður, þegar Rolling Stones eru annars þar. Þeir geta alltaf að lappa lengur, sko. Hvað vitleis er þetta í þér? Reyndu að segja Sveppa viniðinu þetta. Já, ég skal henda þessu beint í smettna á hann þegar hann kemur hérna á þriðjudaginn. Hann var að, ég ætla að óska öllum sem er að hlusta til hamingju með annan í Seagal. Seagal var 60 í gær og óskaði ykkur til hamingju með það. Það er annar í ammali á stráknum. Annar í 60 amali Seagal. Já. Gerður þér eitthvað skona dagamun í gær? Ég dagsins? Tók 15 myndir með honum á næstu leigu og horfði á þær allar. Tókstu þér á leigu? Hvað ert ekki með þetta bara á flakkaranum? Já, ég á safni heima, sko. Áttu Steven Seagal safni. Já. Það er eðal, það er ekki með þetta og USB-líkli bara með mér, ég er bara með það á líklakippu maður. Ég er bara skemmtleis alltaf í næstu tölvu, bara horfði bara Steven Seagal daginn út og daginn inn. Ef þið leiðist þá getur bara hent bara í Steven Seagal. Hvað segirðu? Ef þið leiðist þá getur bara hent í Steven Seagal. Já, ég get gert það hvar sem er, ég er með þetta á USB-inu. Já, en fyrir ykkur sem er að hlusta á FM 957 til hamingju með það, Rolling Stones er að fara að gefa út hljómplötu. Mikið er jánaður að heyra það. Efast að séu margir sem að hlusta þennan þátt sem að fagna því. Jú. Nei, svona, hver er aldurshópurinn okkar? Eru það Rolling Stones andað? Já, meðan að ég er hérna með þér, já, þá verður hann miklu hærri heldur en þú býst við kallinn minn. Já, reyndar hárið eftir þér. Já. Þú náttúrulega verður fertugur í sumar, en samt, spáði, þú verður fertugur í sumar, samt ertu helming yngri en Mick Jagger. Það er ágætis árangur hér. Þakkaði fyrir, sömuleiðis. Takk fyrir frábæran slúðupakka. Við ætlum að enda þetta hérna á innkominni til að ramma þetta vel inn.
Já. Svo förum við í gott lag á eftir því. Ok, býttu á, ég enda þetta slúður rammanum. Já, sjálfsögðu, drengur. Býttu, ég finna hann Ertu fæddur í gær? Nei. Ertu nýbyrjaður? Slúður í FM 95 blöð. Slúður í FM 95 blöð. Herri, hér réttandi á hornið er rólega og rómantíska innkoman hjá Pétri Jóhanni. Já, ég hlaka til, þetta er eitthvað sem að þú vilt prófa. Og þið voru alltaf með hressu innkomuna. Já. Og akkur ekki vera rólegir og rómantískir á miðvikudum líka? Jú, það er bara mikið aðri. Það þarf ekki bara að vera sunnudagskvöldum. Nei. Herri, no light, Florence in the Machine. Flott hljómsveit hérna færð Florence and the Machine. Það er eins og að komið að nýjum lið hérna í FM 95 blöð og það er snillingurinn sem situr á móti með Pétur Jóhann Sigfússon sem á hugmyndina þessum lið og vill hann sjá alla gestastjórnendum mín að taka þetta að sér. Já, við vorum hérna á sínum tíma með hressu innkomuna. Já. En þetta kallar hvað? Rólegu og rómantísku innkomuna. Ok, og ertu tilbúinn? Já, mér fannst ég þarf að gera það. Nei, ok. Já, ég byrja bara. Já, þetta er þín. Já, rólegt og rómantískt með ykkur hér á þessu ljúfa miðvikudagskvöldi. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og já, ég mæli með því að þið sem heima sitjið komið ykkur vel fyrir og kveikið á kertum og já, gerið vel við hvert annað. Það er svo sjaldgæft að fólk gerið vel við hvert annað. Jafnvel að fá sér súkkulaðistykki eða eitthvað slíkt og láta sér líða vel. Ég var hér á vísi.is áðan og rak augun í skemmtilega frétt hér sem snýr að endurgerð kvikmyndarinnar Titanic og já, hún er verið að gera þessa endurgerð í þrívídd í tilefni af því að 100 ár eru síðan að þetta sögufræga skip fórst í jómfrúarsiglingu sinni eftir árekstur við Ísjaka og ég ætla að drepa niður hér í umsögn frá áhorfanda sem að segir að það hafi verið gaman að sjá þessa perlu aftur í bíó. Hún fjallar atburði sem áttu sér stað í upphafi síðustu aldar en leið góð heimild áherslur í kvikmyndagerð undir lok hennar. Einlægnin var meiri, kaldhæðnin minni og Leonardo DiCaprio var miklu sætari. Já, og að sjá hann svona í þrívídd er það næsta sem þú kemst við að knúsa hann í alvörunni. Er hægt að selja þetta betur? Ég segi nú bara það sama. Pétur Jóhann með ykkur hér í rólegu og rómantísku fram eftir kvöldi. Við ætlum að vinda okkur hér í NSYNC. Þetta er að sjálfsögðu vinnur okkar hann Justin Timberlake og við fáum aldrei nóg að honum hér í rólegu og rómantísku. Hjúrið ykkur upp að hvert öðru og hlustið á þetta ljúfa, yndislega lag. There's 1,000 words that I could say Það var fallegt. to make you come home. Yeah. Seems so long ago you walked away, left me alone. Get you off my mind. My best to be a man and be strong. I drove myself insane, wishing I could touch your face. But the truth remains, you're gone. Baby, you're gone. Girl, you're gone. Baby girl, you're gone. You're baby, won't change the fact that you're gone, no, no. But if there's something that I could do, won't you please let me know? The time is passing so slowly now. Guess that's my life without you. Guess that's my life without you. And maybe I could change my everyday, yeah. But baby, I don't want to. So I'll just hang around and find some things to do to take my mind off missing you. And I know in my heart you can't say that you don't love me too. Það er svo mikilvægt. Það er svo mikilvægt. Það er svo mikilvægt auðun. Þegar maður er svona í útvarpi. Að koma rétt inn. Ég veit það. Ekki endilega allt byrja alltaf já, FM 95 blöð með ykkur. Nei, ég veit, en ég gera það bara stundum að því ég veit ekki hvað ég á að segja. Já, veist að ég er náttúrulega að tala á reynslu. Já.
Þú ert búin að vera í útvarpi núna í 30 ár. Já, mjög flott hjá þér að byrja samt á því að segja FM 95 blöð með ykkur. Já, takk fyrir það. En við ætlum ekkert að velta okkur meira upp úr því, Blöndal. Helst ekki. Við ætlum að fara hérna í dagskrárliði sem þetta er hluti sem ég, þú og Sveppi gerðum ofta á föstudögum. Já. Þegar við vorum saman í Strákunum, en þá var ekkert verið að taka þetta upp eða neitt. Þetta er bara eitthvað sem við höfum virkilega gaman að sjálfir. Já, bara til að létta lundina. Já, og þetta náttúrulega er ekkert svo ólíkt dagskrárlið sem að þið voru með í Ding Dong þegar þið voru að reyna að láta fólk skella á ykkur. Já. Nema ég, Sveppi og Pétur, við vorum ofta að leika okkur á föstudögum að hringja í fyrirtæki hér í bæ. Já. Og eina sem þú mátti segja var, hvað segir kallinn? Hvað segir kallinn? Hvað segir kallinn? Og þú mátti leika með, þú mátti segja í hvaða tón sem er. Já. En þú reyndir náttúrulega að æsa það eins að því að þú vilt alltaf skella þig. Já. Og við Pétur ætlum að gera þetta núna. Við ætlum að hringja hérna í annars vegar Fjarðarkaup og Hagkaup og eina sem við segjum er bara hvað sé kjærliðin. Já. Og þar sem ég hef meira gaman að hlusta þig segja, þá má ég ekki bara byrja. Bara þú ræðir. Ekki á lita fyrst, já. Þú ræðir og segðin ég er bara leir í höndunum á þér. Hvað er verið það? Já, það eru ímislega sem ég verið til að gera með þig sem leir. Aha. Já, ég er til að móta þig á allan hátt. Já, ég er bara leir í höndunum á þér og ekkert annað en peð í samfélag. Góðan dag, þú ert komin í samband við Fjarðarkaup. Veldu 1 fyrir upplýsingar afgreiðslutíma. Hver talar inn á símsóknum? 2 fyrir kjötafgreiðslu. Ekki ég allavega. 3 fyrir grænmetisdeild, 4 fyrir húsáhöld, 5 fyrir skrifstofu. Þetta er ekki svona, maður er oftast svona kvenmannsrödd og... Já, þetta var einhver svona gæi bara. Fengið niður þetta? Og í samband við Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, góðan dag. Hvað segir kjallinn? Halló. Hvað segir kjallinn? Hvað segir það? Hvað segir kjallinn? Hvað segir kjallinn? Hvað segir kjallinn? Er gæst í lagi? Hvað segir kjallinn? Hvað segir kjallinn? Hvað segir kjallinn? Jæja. Maður. Þú var snögg maður. Hvað fekk ég? Þetta voru svona eitthvað 10 sekúndur. 10-15 sekúndur? Já, það þarf að vera bara svolítið ákveðin til að fá skellin. Þá er það Bjössi og þá er það Hagkaup. Það var Fjarðarkaup þarna. Það er erfitt að toppa þetta, Blöndal. 15 sekúndur. Hvað segir allan? Má ég bara segja, þetta er ekki að breyta reglunum fyrir mig. Jó, þú mátt gera bara svona vilt, maður. Nei. Jú, bara fíblagangur í mér. Hvað sé? Hagkaup, góðan daginn. Hvað sé kér? Hvað sé kér? Hvað sé kér? Hagkaup, góðan daginn. Hvað sé kér? Hvað sé kér? Hvað? Ég var sneggrið þú, menn. Ég var sneggrið þú. Hvað sé kér? Það er uppátt. Hvað sé kér? Ringd aftur. Í hvað? Í sama númer. Ok, byrju. Hvað sé kér? Ég var búin að gleyma þessum, maður. Hann datt inn bara, hann að setjum bara. Hagkaup, góðan daginn. Hvað sé kér? Hvað sé kér? Hún er ekki að nefna þessu. Gjall aftur í hana, maður. Hún er enga mölum, maður. Nei, það er ekki mikið. Þetta er alltaf sama konan. Einu sinni. Ok, en þú getur líka núna hringt í Fjarðarkaup. Við getum rugglaðið síðan. Nó, ok. Nei, byrju, hún svarar ekki eins og henni. Viltu það reyna eins og henni? Hann ætlar að vera. Hagkaup, góðan daginn. Hvað sé kér? 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 Já, hérna hér. Hvað sé kér? Hvað sé kér? Hvað sé kér? En það var lengsta símtalið. Já, þetta er komið gott, maður. Greiði koma bara. Ég segir nú bara eins og hún segir sjálf. Já, hérna hér. Þvílíkur húmor hérna á okkur á miðvikudegi. Þetta var gamla góða hvað sé kjallinn. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. Trommusett frá Yamaha, Pearl og Tama. Cymbalar og slagverkshljóðfæri í miklu úrvali. Hljóðfærahúsi Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnulíð Akureyri. Gleði
Góði dagar á Rizzo Pizza. Hringdu núna í síma 577 7000. FM 95 Blö í boði. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blö á FM 95. Alisa Reed að hlusta þetta FM 95 Blö á FM 957. Nýkomnir úr kassi í kettlinn og komnir með ísdrottninguna sjálfa, Ásdís Rán í stúdíu. Ertu velkomin, Ásdís? Takk fyrir. Það er bara, eins og Pétur ræddi með það, ótrúlegt að þú skulle bara geta gefið tíma í svona vitleysiskap. Ertu svolítið sár eftir hádegisfundin okkar? Nei, það er bara alls ekki. Alls ekki. Það er að láta býða eftir sér stundum. Já, sjálfsögðu. Þetta er rosa langrækin. En það er samt ekki allir sem að ég gera það er bara ég. Nei, nákvæmlega. Láta býða eftir sér klukkutíma. Enda súperstjarna. Kemur, þú mætir yfir þetta ekki nema bara korter og seint. Þú veist, það er lágmark. Já, lágmark. Það ekki? En þú ert, nú ertu búin að vera hérna alla páskana, ekki? Jú. Á Íslandi? Já. En hvað ertu bara, býrðu úti í Búlgaríu og ert bara þar alla dagannars? Já, svona yfirleitt, ferðast stundum. Já, ferðast í einhverja myndatökur og... Alls konar svona. Partí og myndatökur og spa meðferð. Hótel. Það er rosa erfitt í rauninni að skipuleggja tíma sinn í kringum spa meðferðin. Mér finnst það, ég er rosa mikið í þessu. Ég fór í meðferðum daginn að láta taka alla fílapensla, af mér, bara, ég vildi bara losna, við varum rosa mikið af þessu á bakinn og herðunum og svona. Það var alveg margra tíma aðgerð, Ég er alveg að láta nutta mig. Rassinn og svona. Já, ég fer í það þegar ég er búin að losna á alla fílapenslana. Nuttaði rassinn og svona, en hvað ef ég spyrði út í Búlgaríu, nú hefur komið sem gestur til okkar Sveppa áður og svona, er vinnaðinn núna í Búlgaríu, er það því að nú ertu ekki með mann sem spila fótbolta þar, vinnur bara sem módel, er það bara 24/7 hér? Nei, ég er náttúrulega með hana litla búð, með öllum æskumvörunum, svo er ég hanna föt og nærföt og svona, bæði fyrir Búlgaríu og Ísland og ég er að reka búðina mína og þú veist, það er svona ýmislegt stöðs í kringum þetta. Svo er ég rosa mikið að heimsækja svona sjóvarstætti og útastætti og myndatökum og... Bara living the celebrity life. Sérstaklega gestur á svona opnunum og eventum og svona. Ertu að fá borgaðan pening fyrir það, Ásdís, þegar þú mætir á... Ertu svona eins og Paris Hilton og Kim Kardashian, ef þú mætir í eitthvað partí, færðu borgað fyrir það? Já, svona yfirleitt en ekki alltaf. Ok, hvað er verið að borga þér fyrir að mæti eitt svona stykki? Nei, ok, ég er ekkert að biðja þú ert ekkert að fara að gefa mér upp skattiðin hérna, en getur ekki, og færðu meira en 150.000 fyrir að mæti svona partí? Ég svarar þess ekki, það er bara no comment. Ok, no comment segir No comment, maður. En þú veist, mér finnst þetta samt svolítið eðlileg, þróun, finnst mér, Hvað? Mér finnst að maður ætti að fá borga bara fyrir að mæta, Maður myndir náttúrulega aldrei fá borga fyrir þetta í Íslandi, en... Nei, maður finnst að við ættum að taka þetta upp hérna heima, Til dæmis, Öddi og þú, ef þið mæti í partí, þá ætti þið náttúrulega að fá borga fyrir þetta í Íslandi. Já, sjálfsögðu. Af hverju, hver er að sjá þetta hérna heima? Hver stjórnar þessu? Af hverju er ekki búið að græja þetta, maður? En með hvað maður jammar, maður er orðin moldríkum, maður. Já, ég... Þú er bara maður með fulla vasa pening bara. Já. Ég mæti ekkert annað prikið nema ég fái pening fyrir það er bara þannig. Mæti ekkert annað prikið. Það máttu maður dæmi maður, ég vil borga fyrir það. Maður myndi fá bara frá að finna hvað ert að reykja, Dryggur, drullaðir út. En hérna, ok, og svo ertu ekki að fara í einhverja rosa myndatöku núna? Jú. Maður að lesa það einhvers staðar. Ertu reyndar, það eiginlega alltaf þegar maður heyrir eitthvað þá ertu alltaf að fara í eitthvað rosa myndatöku. Já, ég er rosa mikið í því. Já, það er bara, that's what you do. Yes. Og hvað myndatöku ertu að fara í núna? Herði, ég er að fara í tökku, ég var náttúrulega í tökku gær fyrir fórsíðuna Lífun á föstudaginn, að fylgjast með því, en ég er að fara í tökku núna á mánudaginn fyrir eina stærstu fórsíðuna í Búlgaríu sem heitir Mr. Big. Mr. Big, ok. Pétur, gamla mikilvægni þitt. Já. Dæmi. Ég kallaði með einu sinni alltaf Mr. Big. Það var svona... Þið sjáu það nú þegar þið komið út, Já, nákvæmlega. En hvernig tímar er þetta? Er þetta bara, þetta svona glamour, þetta er svona kannski eins og Maxim eða FM eða eitthvað svolítið. Þegar þú ert að sitja svona fyrir, ertu oftast þá bara í svona bathing suit og svona? Já, svona. Það er ekkert einhverja gala myndatökur. Og hægt er, Hvað og er svo líka viðtal með? Eða er þetta bara myndaþáttur? Já, það eru marga, nei, það er alltaf stór viðtal. Það er líka
líka hellingur á liði sem les viðtölun, það skemmtilega við það. Fyrir fórstuðnar þá er yfirleitt viðtöl, sko. Já, ok. En hvað hérna, en það er ekki feimni í gangi? Ertu orðin það vön? Finnst þér ekkert mála að vippa þér bara úr og henda þér á, eins og þú segir, eins lítil föt og hægt er? Já, ég finn ekkert fyrir þig, sko. Nei. Finnst bara óþægilegt að vera í fötum. Það er bara þannig. Vilt helst bara vera allsber, sko. Já. Já, ég meina þannig komum við. Þannig komum við og þannig erum við. Já. En auðvitað, segð mér eitt saman. Já. Finnst þið svona smá sjokk þegar ég hringdi í dag og baði að koma að deyta með mér? Það er mér alltaf svona öðru í þessi, ég viðurkenna það. En það vissi ég ekkert hvernig ég átt að svara því og spurði bara hvort þú kemur ekki 4:30. Býtu hvað, fyrstu síndal bara frá hennu og... Já, ég held að það meira að vera að stríða með hann var að spurja hvort hún ætti að vera mætt 4:30. Já, ok, þannig að spurði hvort ég vildi fara á date í leiðinni. Hann byrjaði að stama svona... Það er þegar einhver súperstjarnar frá Búlgaríu að bjóða mann á date, maður veit ekkert hvernig maður að haga sér. Það er ekkert á hverjum date. Við ætlum að hoppa hérna í eitt lag og svo erum við með hraðaspurningar á Ásdísi Rán og já, það eru nokkrar áhugaverðar. Þetta er vinnur okkar, Jason Mraz með lagið I'm Yours. Hún situr hérna hjá okkur, búlgarska fyrirsettan Ásdís Rán. Hvernig það? Talarðu búlgarsku alveg? Malko? Já. Hvað fyrir það? Lítið eða? Lítið. Já, ok. En ertu ekki bara að skilja þetta? Jó, ég skil alveg fullt, sko. Ég er ekki búið mikið í því að tala. Nei. Hvað ertu búin að vera þarna? Og hvað ertu búin að vera þarna í mörg ár núna? Ég er búin að vera svona inn og út í 3-4 ár, sko. Já, ok. En þú ert væntanlega ekkert með familíun allavega, ertu bara ein úti núna? Hvernig er staðan þar? Sko, við erum náttúrulega nýskilin, þannig að Garðar fór með Hector til Íslands og ég með Viktoríu úti. Já. Þannig að þú ert ekki ein? Nei, ég skil. Skvísnar. Já, og farin að skilja búlgarsku en talar hann ekki alveg? Nei. Hvað er uppáhalds búlgarski maturinn sem hún borðar? Vá, það er svo mikið á góða maturinn, það er alveg ótrúlegt, sko. Já. Er það búlgarsk kjötsúpa? Nei, ég var alveg lítið fyrir svona svoleiðismat, ég er meira fyrir svona healthy og svona, það er rosa gott sjárétti. Já, ok. Og er stuða, er gaman að búa það? Fínt að vera hana? Já, það er gett stuð. Já, og dánað með þetta? Já. Herru, við ætlum að henda þér inn í hraðaspurningar. Já, ég ætla að svara þeim geðveikt hægt. Nei, það er ekki, það er akkurat öfugt við leikreglur. Já. Þú ætla að svara það fyrsta sem þetta eftir í hug. Hún er bara að fara í töðarnar á þér. Ég ætla bara að segja svona hvítt, apsingult. Já, það eru góð svör. Ertu tilbúin? Nei. Nei, þá byrjum við saman. 1, 2 og besta bíómynd allra tíma. Iron Man. Iron Man, já. Uppáhalds hljómsveit. YouTube. Uppáhalds borg í heiminum. Reykjavík. Besta liðið í ensku knattspyrnunni. Arsenal. Uppáhalds fyrirsæta í heiminum. Ásdís Rán. Besta nammið. Páskæ. Hérna Nóa Kropp. Fallegasti maður heims. Auðun Blöndal. Hefur farið í lítaaðgerð? Já. Á fleiri en einum stað? Nei. Hvað drekkur á djaminu? Hvítin. Ef þú verður að sofa hjá dýri, hvaða dýrir eru valinu? Tígristýr. Hefur þú lent í slagsmálum? Já. Ok, hvað kveikir í þér? Kynþekkafulli kallmenn. Er mikið reynt við þig? Já. Í hverju sefuru? Bleikum, náttkjól, litlum stötum. Íslenskir eða búlgarskir karlmenn? Bæði betra. Hvað ertu með mörg pók á Facebook? Vá. Svona, kannski 10.000. Já, sæll. Myndur þú leikið klám, myndur þú 100 mils? Það er því íhuga, sko. Það er því íhuga. Ok, þarna, Pétur, hvað er að stinga þig þarna? Við förum yfir þetta. Besta mynd, Iron Man, besta mynd allra tíma. Já, ég bara, þú veist, fyrst sem þetta í hugur. Já, kom upp í hugan. Nýbúin að horfa á hana kannski? Nei. Nei? Ok. Og nærðið bara hjartnaðum kannski? Já. Þú sagði bæði betra íslenska eða búlgar, eru almennlega kallmennan út í Búlgaríu? Já, þeir sem ég þekki, sko. Já. Og þetta er alveg topp menn þarna, maður einhvern veginn, veist, ég veit ekki, er það bara einhvað í mann, maður hugsa alltaf með sér svona kallmenn hann í Austur-Európa einhvern veginn, þetta séu svona einhverju perrar og eitthvað, það er bara vitleysur. Nei, það eru ógeðslega flotti kallar hann. Já, það ekki. Í Búlgaríu? Það er kannski mentality er svolítið öðruvísi, sko. Já, að hvaða leyti? Þeir eru svona, meira svona kallrembur kannski, þú veist, hérna er búið að draga kallarna svolítið niður og það er konar alltaf, þú veist, bara fyrir sín réttum. Já, nákvæmlega. Þú veist, en það er meira svona úti að kallarnar eru bara að hugsa konar og, þú veist, það er ekki séns að konum borgi en eitt svoleið skilur það bara móðgun og... Já, ok.
En eru þær mikið svona sett í þvottavélar og svona? Já, það eru svona hugsa heimili bara. Já, og þeir eru bara að vinna á? Já, vinna á. Og bjóða þeim út að borða á? Já. Svona old school bara. Já. Hvað þú sagðir okkur að þú hefði lent í slagsmálum? Þú líka svaraði það ákveðið, það er bara eins og þetta gerist reglulega? Já, bara fórst að hlæja bara. Já. Hvenær lendur þú síðast í slagsmálum? Síðast. Bara páskana. Já, ekki bara páskana, þessi garðar. Það ekki, eru bara fyrir barðið mömmu þarna páskamatinn? Mamma, það var nú meira henni að kenna sjálfur. En ertu að lendi í því? Ertu að lendi í slagsmálum? Nei, þú veist svolítið langt síðan lendi síðast í slagsmálum, sko, en þú veist, ef ég er í einhver svona aðstæðum, þá hika ég ekkert við það, þú veist. Svona takk í lurgin og mann og ég er alveg fighter, sko, ég var boxkennari þegar ég var yngri. Það er ekkert annað. Þannig að ég var alveg gaman að því, þú veist. Svona tuskast. Fá að, þú veist, taka eitthvað. Lover and a fighter. Hvað sagður, 10.000 pók? Já, allavega, sko. Já. Það er doldið mikið, eða ekki? Jú, ég held að það tellist sletti. Hvað er þú með mikið, sjálfur? Þú sem ekki dansi 20-30? 20-30 pók? Já. Það er allavega ekki 10.000. Ég veit ekki að ég manni ekki alveg hvað er mikið. Og svo myndirðu íhuga með dökkbláa kvikmynd fyrir 100 milljónir. Myndi ekki allir íhuga allt fyrir 100 milljónir? Já, eða ekki. Ég sagði ekki já, ég sagði ég myndi íhuga. Já, ég segi það. Bara, maður myndi taka þetta og skoða þetta. Já. Maður myndi taka og skoða þetta. Já. En svo sá hún líka Blöndal eitthvað. Hvað var það? Já, hvað var það aftur? Það fallegasti maður heims. Nei, var það? Var ekki eitthvað þannig? Nú. Það var virkilega skemmtilegt svar hjá henni. Já, finnst þér það ekki? Ertu ekki ánægð með það? Já, sjálfsögðu. Ég er alveg þvílíkt að daðra við þig í beinna og þú fattar ekki neitt. Jó, ég er mjög klefur í að loka á svona hluti. Þú ert bara sveitastrákur. Ég fer bara í næstu. Getur aldrei tekið sveitin úr þér, veit. Nei, það er ekki hægt. Og næstu spurning. Ég sá samt strax að Pétur vildi alveg staldra við þetta. Hvenær ferðu aftur heim til Búlgaríu? Hvernig líkur þessu stoppinu? Ég er að fara núna á laugardagsmorguninn, eldsnemma. Já, og er bara beint flug? Já. Nei, ég er að ljúga. Ég þarf að fljúga til hérna Danmörku, svo flýg ég til París og svo flýg ég til Sofíu. Það er ekki alveg beint flug? Hvað, akkur er þetta svona mikið? Er þetta alltaf svona? Þetta var bara út af það var svo upptekið allt í páskafríinu að ég þurfti að fljúga þessu leið til þess að komast ykkar. Já, ég skal hafa það. Það var bara private-inu á þetta? Og þegar þú flýgur Næst kem ég með einhvern í lofa ykkur því. Já, það er ekkert annað. Við komum til með að fylgjast með því. En, segðu mér eitt, þegar þú ert komin út á laugardaginn, eða ekki? Þú flýgur hérna á laugardagsmorgun. Já. Og ertu þá að koma heim til þín seint á laugardagskvöldi? Já, ætlaði að taka ekki svona 12 tíma. Og hvenær er svo myndatakan? Mándaginn. Hún var mándaginn? Já, nærða að leggja það svona á sunnudeginum. Smá. Já, smá beauty sleep. Beauty sleep? Þú verður að vera í spa bara allan sunnudaginn, mannskja. Hún er bara í því. Það er það sem hún gerir. Það er bara að nutta úr þig allt ruglið maður. Og fær maður svo fílapensla, sko. Þeir fara alveg und. Þegar maður fer í 30.000 fett í flugi, þá ælast þeir allir út. Þú voru að láta hirða það allt, sko. Ég er samt að pæli, sko, ég vissi ekki að ég myndi bjóða upp eitthvað svona fílapensla meðferðir í spö. Jú. Er það ekki bara einhver íslenska snirtustöðum? Þetta er bara eitthvað rugli, Pétur. Nei, þú slippar bara 5.000 kall, auðgarlega, bara slippar 5.000 kall. Gamla, getur þú tekið fílapensla? Getur þú tekið fílapenslan að gallinu? Þetta hljóman þetta er illa og lauma 5.000 kall og segja getur þú tekið fílapensilinn. En Ásdís, það er búið að sannur heiður að fá það hérna í heimsókn. Viltu losna við mig? Nei, það er bara við erum að fara hérna í lag og svo erum við að fara í karaoke, það er bara svo mikið að gera hérna okkur strákum. Hvað meinar þú? Varst ekki að segja að hún væri svo tímabundin nú? Jú, þessna. Já, kannski þetta Jóra segin. Já, þessna vildi ekki vera að tefja nú mikið. En alltaf gaman að fá því heimsókn Ásdís og við óskum þér allsins besta þarna út í Búlgaríu. Já, og allir að skoða lífið á föstudaginn næsta. Allir að skoða lífið á föstudaginn næsta, sammála því. Það styttist þér í karaoke-keppnina hjá okkur Pétri og svo er líka Gunnþór vinnur okkar hérna rétt handa á hotni og hann hringdi í Mótus og létu að heyra. Kominn tíma það. Takk fyrir komuna. Heyrjus, bye.
Gambino og þeir að hlusta hérna á FM 95 Blö á FM 957. Við þakkum minna Ásdísi Rán aftur, kjallaði fyrir komina. Já. Alltaf sama fjörið í kringum hana. Já, það ekki dauð mínúta í hennar lífi. Ekki dauð mínúta í hennar lífi. Það styttist hérna í Gunnþór vin okkar. Hann ætlar að láta Mótus heyra það hérna eftir örskamastund. Enda það fyrirtæki sem að, hefur verið með leiðindi við mig síðan ég var 17-18 ára gamall. Já. Ég reyndar ekki skuldaði mig smá tíma núna. Nei. Þannig að, ég er laus við þá. En ég gleym ekki. Kemur alltaf reglulega upp. Já, ég er svo fíllinn, ég gleym ekkert svona brefum. Já. Síðast fekk ég síndal frá þeim út af lifandi vísindi ef ég maður rétt. Já, skuldaði það. Já, það var eitthvað líka svona sem ég glemdi. Já. Já, það er alveg, en ég meina, ég held ég sé búin að gera það upp, en ég máði það ekki. En ég náði mér niður á þeim í dag. Við náðum niður á, við tókum þetta upp við hérna áðan gott síntal á Mótus, styrst við spilum það, en við hins vegar eins og alltaf að miðvikudaginn, þá keppum við Pétur í karaoke og það er í ykkar höndum, kæru hlustendur, að velja lögin og þegar við erum að velja fínustu lög hérna på síkastið og við vorum að spæja að opna fyrir síman þetta núna 511-0957 og fá að vita hvaða lög við PC eigum að syngja í karaoke nættir. Það ekki Pétur? Jú, rétt hjá þér, mér líst mjög vel á þetta, þetta er allt saman rétt og satt hjá þér. FM 95 Blö. Já, nákvæmlega. Góðan daginn, hvaða lag vilt þú heyra í karaoke nættir? I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it, það er þetta, já. I'm sexy and I know it, ok? Ok, herru, þetta er skemmtilegt, takk hjá þetta. Bye. Sexy and I know it er komið hérna á blað og vonandi eitthvað hérna, FM 95 Blö, hvaða lag værið þú til að heyra í karaoke? Ég var alveg til að fá að heyra Total Eclipse of My Heart. Já. Það er gott lag, Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Já. Herru, snillingur, takk fyrir þetta. Ok, bye. Það eru 2 góð lög komin hérna. FM 95 Blö, góðan daginn, hvað lag værið þú til að heyra? Heyrðu, Sorry for Party Rockin'. Party Rockin'. Sorry for Party Rockin'. Er ekki það? Jú, það er akkurat það. Já. Ok, bye. Þá eru komin... Ég er að skrifa þetta allt niður, sko. Já, ég veit það. Þú ert stórkastlegur, Pétur. Þess vegna er ég dottinn út. FM 95 Blö, góðan daginn. Sexy and I know it. Sexy and I know it, þá komið 2 atkvæði. Ef að það er til, þá var bara nokkuð ljóst að það verið sungið. Herru, takk fyrir það. Já. Opnum fyrir, 3 hittin viðbót, FM 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn, það er hérna I wanna sex you up. I wanna sex you up. Það lag. Já, er það ekki það lag? Sex you up. Líka hittari, sko. Já, þetta er gamall hittari. Hann er það ennþá, sko, allan hjá mér. Já, ég held að Pétur getur örugglega sexað það upp fyrir okkur. Já. Ég held að. Við skoðum þetta, takk fyrir þetta. Ok, það eru komin hérna nokkur góð lög. Við ætlum að taka 2 viðbót FM 95 Blö, góðan daginn. Hvað lag værið þú til að heyra í karaoke-keppninu eftir? Ég var til að heyra Queen með After Sunset. Queen? Hvað segirðu? Rattle and Hum? Nei, hvað sagði? Queen með After Sunset. Queen með After Sunset. Það er ekki til íslensku lög. Já, það er rétt. Það er vesen. Því miður. Já, þetta er klúður, sko. Við erum bara með svona lélegt karaoke-system hérna hjá okkur. Þú með eitthvað annað? Já, ég er ekki með neitt hausnum lög. Ok, takk samt fyrir að ringja. Var eitthvað með Pink Floyd? Já, eitthvað með Pink Floyd, FM 95 Blö, góðan daginn, hvað lag værið þú til að heyra í karaoke-keppninni? Hæ? Hvað lag værið þú til að heyra, kæri hlustandi? Halló? Hæ. Hæ, hvað lag værið þú til að heyra? Replay. Replay? Hvað er það? Kannastu við það, viti? Nei, hvað lag er það? Replay. Það er skemmtilegt lag. Það er skemmtilegt lag, við finnum það, tjekkum á því. Takk fyrir það, það eru þá ára síðasti hérna því að ég var til að heyra svo í Gunnþór. FN 95 Blö, góðan daginn. Góðan daginn. Sexy and I know it, herru, það er komið 3 atkvæði við, það stefnir ég að við syngjum það ef það er til í græjónum hérna. En við ætlum að fá hérna eitt skemmtilegt lag, portugalslag, I See Te Pego með Michael Tello. Já, drengur, þetta er frábært lag. Svo er það Gunnþór, vinnur okkar. Er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnir þig kynnslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö með ykkur hérna á FM 957 og það er komið að karakter sem að ég er hrikalega skotin í. Hann heitir Gunnþór og hann er pirruð týpa og hvað... Stutt í spunnan. Stuttu þráðurinn í honum. Já, stuttur í honum þráðurinn, já. Og hann er orðinn þreyttur á því að það er alltaf... Það fá allir
einhvern veginn að komast upp með allt. Nema hann. Já, og við erum búin að hringja í bankana, lífeyrissjóðana. Tryggingafélögin. Já, nú ætlum við eins og að hringja í Motus. Já, innhendu fyrirtæki. Já, og hvað, það er þannig að Gunnþór, hann skuldaði... Það er alltaf allir með öllum þar. Já, og það er hann skuldar eitthvað smá vídeoskuld, en hann skilur ekki okkur að vera rukkan fyrir það þegar það er ennþá verið að hleypa. Nei, já, það er allir allt á haus hann í Motus yfir minni skuld. Já, á meðan er verið að afskrifa marga milljarða hjá þessu bankalið. Svo er maður að lesa það bara á hverju minnast að degi. Það er allir að fá að afskrifa. Og eitthvað svona. Já, þetta er akkurat svona. Hörru, tekum inn á þessum. Akkur er ekki byrjað á byrjuninni? Motus, góðan dag. Góðan daginn, ég er eitthvað skuld þarna út af vídeolegu skuld sem ég er með, sem er sífellt verið að senda mig bréf út af. Gerðið sambandi þjónustu. Halló? Gefaði sambandi þjónustu fulltrúa, gjör svo vel. Já, það verðist alltaf vera á öðrum endanum að hjá ykkur yfir þessu. Einhverju smápeningar bara, og það er bara hvert bréfið rekur annað. Já, ég ætla að gefa þérna sambandi þjónustu. Og hvernig stendur á því að það er ekki hægt að gefa manni smá tíma til að ég er í samræðum við þessa menn þetta mál, og hvernig stendur á því að það er sífellt verið að senda hvert bréfi á fætur öðru þegar ég er búinn að tala við ykkur að það er verið að vinna í þessu. Og það er ekki hikað við að afskrifa fyrir alla hina. Og svo eru svona smákallar eins og ég í sífellu endalausu vissinni. Ég ætla að gefa þér hérna sambandi þjónustu fulltrúa, gjör. Já, það er allt í lagi. Halló? Já, ég var að tala við hana þetta áðan út af einhverju skuld sem ég er með á vídeolegu. Og það er alltaf sama, það er búið að senda mig bréf og hvert á fætur öðru trekk í trekk. Ég er að semja þetta. Já, hvað kennir til hann? Ég er löngu búinn að sko tala við vídeoleguna. Hann er að skoða þetta sínmegin og ég skil bara ekki hvernig stendur á því að það er alltaf verið að senda alltaf sama brefið og sífellt verið að bæta ofan á þetta og skuldum gerir ekkert annað en að stækka og stækka. Og hvað er þetta enda allt saman? Og hvernig stendur á því að það er alltaf verið að ráðast á svona venjulegt fólk eins og mig, en svo er maður að lesa á hverjum degi að það er verið að afskrifa hér út allan bæ. Fyrir menn sem eiga nóga penningum. Já. Hvenær heldur akkur er ekki byrjað á réttum enda? Akkur er ekki byrjað á því með þessu útrásagosa sem eru svoleiðis aðandi í kampa mín og hórir í alla daga? Akkur er ekki byrjað á því að hringja í þá eða senda þeim einhver bréf? Fyrir mig, einhver titlingaskít, einhver 10-15 skall, einhver vídeolegu skuld og það er allt á öðrum endanum hann að hjá ykkur yfir þessu. Já, ertu til að gefa mig kennitölu þína? Það skiptir engu máli, ég er löngu búinn að gefa ykkur kennitölu og þið veit alveg hver þetta er. Það er alveg með ólíkindum að það halda bara að það sé enginn að gera neitt annað en að senda mér bréf allan daginn. Já, eru þið búin að senda honum bréf þarna? Maður sér fyrir ykkur 10-15 manns. Ég vinnu þarna, allir að skrifa bréf á mig og hver með öðrum svo náttúrulega, þess á milli. Allir með öllum væntanlega þarna eins og annars staðar. Það er alveg sama hvar drepið þið niður. Algjörlega með ólíkindum. Að ráðast á önnulegt fólk sem er að reyna að hafa fyrir sig og í sig og á hér í landinu og svo er sífellt verið að senda bréf. Satt er það að pappirinn er alveg örugglega komin upp í skuldina. Rúmlega það. Já. Og hvenær á svo að fara hvenær á svo að reynsa til í kerfinu og láta þá finna fyrir því sem að settu þetta allt á annan andan hér. Og eru baðandis í kampa mín alla daga. Það er ekki við það. Það er spurning sko, þú þarfst eiginlega að spyrja um annan en mig hvernig er að reynsa til. Grallgandis í jarðarberjum og súkkulaði og hvað það heitir. Og þess á milli þeir eru ekki að því. Árið er ykkur og hórið. Afsakið þetta, afsakið, hún er að lægja þetta sig á heldjum og ég er búin að skella. Er það að leggja á? Já, ég held að, ég gæti ekki haldið leikur yfir mann. Hvað? Hún var held ég að byrja að lægja bara að annarkvært að kallinum eða vissi hverju varst. Hún gæti ekki mikið meira að held ég vingur á eitthvað sko. En býttu hvað? Þetta var alveg Gunnþór maður. Ég veit ekki, ég get ekki haldið með þrótt eftir í óriði. Nei. Þetta var Motus. Þetta var Motus og ég hefði að hlusta á byggjast við afsökunar. Já. Gunnþór var í stuði í dag maður. Hann var í svaka stuði. Já, þarna ertu með hann bestan maður. Þegar hann er svona pirraður. Já, fólk kemst ekki af. Nei, það er best. Flowrider, þið eruð með stilt á FM 957 og Pétur Jón Sigfússon verður með ykkur til 6 í dag. Ó já.
Það ekkert að lagara tæginu hér. Nei, enda í miklu stuði og hellingur að vera. Það styttist í karaoke-keppni okkar Péturs. Já, það er rétt hjá þér. Hún færist nær og nær, en við þurfum að vita hvað tímanu líður. Já, þú vilt fara í dagskrárliðin, hvað er klukkan? Endilega reynd, þó ekki væri setna á vetna. Glæsilegt, þá ætla ég að ramma hann inn fyrir þig. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við þurfum að vita hvað tímanum líður. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Komið þið sæl og velkomin. Öllsumul í dagskrárliðin Hvað er klukkan? Ég er stjórnandi þessarar dagskrárliðar og heiti Pétur Jóhann Sigfússon. Skemmstur að segja að klukkan er að staðartíma hér á okkar ylhýra ástkæra Íslandi 12 mínútur yfir 5. 17:12. Ég þakka fyrir mig í billi og verið sæl. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Þá frittu við það, klukkan er 12 mínútur yfir 5. Alls ekki að koma svona inn á eftir þessu, sko. Nú, ok, er ég að trufla. Ég ætlaði bara að láta það vita, við erum bara fyrir örstuð skilabóð og svo er karaoke-keppnin, réttandi hodni. Já, þú verður að setja bara beintlag eða svona, það hefur verið flottara. Ok, sorry, ég passa þarna, veist. Þetta er þinn liður. FM 957 kynnir stórmyndina Battleship. Are you a captain? No, he's not a captain because he's always late. Frá þeim sem farðu okkur Transformers. We need the Marines, we need the Army. Kemur einn flottasta mynd ársins með Taylor Kitsch. We need all of them. Liam Neeson og Rihanna. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. daginn 12. apríl. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. Spenna og tæknibrettur eins og þú hefur aldrei séð áður. Battleship kemur í bíó 13. apríl. Rafmagnsgítarar og magnarar frá Fender, Ibanez og Washburn. Úrval effekta og aukaluta fyrir gítarleikaran. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hraðir peningar. Hraðpeningar.is. Universal kynir grínmyndina American Pie Reunion. What's up, classmates? Upprunalegi hópurinn er mættur aftur í drepfyndinni mynd sem gefur fyrstu myndunum ekkert eftir. Nancy Implants. American Pie Reunion. Sýndum land allt í samstarfi við Coca-Cola og hraðpeninga. Á Wilsons færðu 16 tómum pizzu með 3 áleggjum og ostastangir fyrir aðeins 1990 krónur. Wilsons pizza, sími 581 1515. Í dag er magnaður miðvikudagur og þá fylgir 4 GB minnislykill með öllum nýjum netlyklaáskriftum. Og þú greiðir 0 krónur fyrir netlykilinn gegn 6 mánaða bindingu. Vertu í góðu sambandi á stærsta 3G-neti landsins páskana. Magnaðir miðvikudagar með símanum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. FM 957, Crawling Back to You. Hann er ekkert að flækja þetta, Chris Daughtry. Nei, hann skrýður bara aftur til hennar. Já. Hann veit alveg hvað hann að gera þessi strákur. Já, hann er gjörsamlega á sömu blassi og ég og þú. Það er hárrétt hér og það er komið hins vegar að karaoke-keppni FM 95 Blö. Já. Hún er alltaf hérna hjá okkur á miðvikudögum og... Lendum í smá vandræðum. Já, við lendum í smá vandræðum, sko. Já, lögin sem við fengum hérna inn á borð til okkar. Já. Þau voru öll góð, fín, en... Við gáðum ekki valið úr nokkru þeirra, því miður. Nei, og líka bara það er svo rosalega oft sem að sko karaoke-útgáfan er með söng. Já, það er sungið inn á því. Ég skil ekki hvað þeir eru að gera með það. Nei, ég skil það ekki heldur. Við gáðum ekki tekið það, en við erum hins vegar búin að finna út úr þessu. Já. Það eru 2, svona ballöður á leiðinni fyrir hlustendur. Ó, já. Og þetta er draumur fyrir hvert hlustanda sem er á leiðinni heim og vinnur núna og er í ástarsorg. Það verður bara orðað þannig. Já, þú ætlar að taka Total Eclipse of the Heart. Já, gamla Bonnie Tyler slagurinn, og þú ætlar að taka Someone Like You með Adele. Já. Þannig ef það er einhver núna á leiðinni heim úr vinnunni í ástarsorg, skiptiðu stöð því að þeir eru að fara að gráta. Þvílík fegur sem er hérna á leiðinni. Á ég að byrja? Já, þú mátt byrja þetta. Það er ástaballur og við ætlum að byrja þetta á Pétur Jón og svo þekkið þið reglur, kæru hlustendur, þið hringið svo í 511-0957 og greiðið atkvæði. Þú kannt þetta hérna Total Eclipse of the Heart utan af. Kann ég það? Nei, hver kann ekki Adele, Someone Like You? Ekki ég. Það er bara langfrægasta lag í heimi, sko. Já, ok. Það eru eftir tilbúið? Ég er tilbúinn, já. Ok, þá hendur við svo stað. Ok. Þarna á köflum hjá þér. Þetta er, kannt ekki Someone Like You? Hæ?
Þetta bara frægastalega heimi, en þú varst virkilega góður á köflum, Pétur. Þetta ömurlegt að stilla manni svona uppið veg, maður. Herðu, þetta kendu ennu, þetta óskalag hérna, það stelpa hérna hjá okkur í starfskynningu sem að, skoraði á Pétur að taka þetta lag. Hún skoraði, þá þetta í lagi. Fyrst að hún skoraði á mig, þá mér alveg sama. En þú stóðst þér samt hrikalega vel á köflum hos mér. Já, ég þakkaði kærlega fyrir það. Þú ætlar hins vegar að taka fyrir okkur. Ég vil helst gleyma þessu bara sem fyrst. Nei, ég man ekki, þú veist, ég alveg bara út á tún. Ég búinn að heyra þetta lag miljónsum. Já, en þú dast svona inn og út úr því. Já. Þetta eins og Randy Jackson myndi að segja, you had some pitching problems, but you came into it in the end. You came into it in the end. Herru, ok, þá In it to win it! In it to win it, þá komið að mínu lagi og það Bonnie Tyler slagarinn Total Eclipse of the Heart og það var hlustandi. Já, hlustandi sem valdi þetta og hlustið nú Auðun Blöndal, hann fer svo vel með þetta lag. Þú ert eldrauður, maður. Ég hef aldrei séð þig gefa þig svona mikið. Það sem var að ræða mig, ég fann það bara þegar ég var að taka uppbygginguna. Þegar ég var að taka uppbygginguna bara, þá fann ég bara, ég var bara ekkert svo mikið eftir að röddinni, þannig að ég vissi að það erði þvílíkt challenge fyrir mig að fara í viðlagi, En ég gerði mitt besta hérna. Ég hef aldrei séð æðarnar á þér tútna svona. Þetta bara tók á maður. En það er í ykkar höndu núna, hlustendur. Æðin á þér hérna á hálsinum, hún var svona eins og vindill. Bara svona áramóta vindill. Er ég eins og Jóns í svörtum fötum hann í Jónsinu? Gleipa bara stóran kúpa vindill. Já. Þetta var erfitt, en þá er það hlustendur að ringin 511-0957 og tökum fyrsta hlustandinn FM95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Halló. Halló, kæri hlustandi. Gaman að heyra þér og hvert fyrir þitt atkvæði? Það heyrðist ekki þessum FM95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þetta er klárlega Pétur, sko. Klárlega Pétur. Hittu nú við, heyrðir þau báða? Já, ég heyrði báða. En ég meina, og ertu alveg viss? Viltu ekki atkvæðist ekki? Jú, ég meina, ég klúðraði þessu Adele-lægi frá A til Ö, sko. Nei, þú komst þetta inn á köflum, sko. Ég kom inn á köflum, það er nóg fyrir þig. Já, ég bara þakka þér innilega fyrir þetta atkvæði, takk fyrir. Takk fyrir. Ok. Bye. Ok. Takk fyrir ekkert átt inn og segja það nú. Herra, FM95 Blöð, góðan daginn. FM95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Herru, þetta aðkvæði fyrir byndir auðvitað. Aðkvæði fyrir maður, djöfullir ánað með grjótharðan hann á kantinum. Ég get ekki verið annað en sammála þessu, sko. Auðin? Auðin var með þetta. Auðin með þetta. Takk hjá þetta, Kalli. Er þetta ykkur vinuðinn? Já, einmitt. Allir vinið mínu kallir með Auðan. Auðin. FM95 Blöð, góðan daginn. Hvort lagi fannst þér? Ég hef ekki að segja bara hvort lagi fannst þér skárra. Pottþétt Pétur, sko. Pottþétt Pétur. Það er bara eins og nafn á góðum disk fyrir jólinn. Pottþétt Pétur. Pottþétt Pétur, ég ætti bara að skoða það. Þakka þér innilega fyrir. Þetta var snillt, sko. Þetta var snillt. Já, er ekki? Þú er virkilega ánað með þetta hjá þér. Já, ég er ánað með þér líka. Takk innilega fyrir þetta atkvæði. Svo lítið. Ok, bye. FM95 Blöð, góðan daginn. Góð lagi fannst þér skárra. Nei, blessa. Hvað segir kallinn? Ég segi að fínt. Nei, ekki. Hvað er verið að sýsla? Maður segir svo smá sögu. Já, er hún löng? Nei, hún er bara mjög stuð, þannig bara svona smá sögu. Já, smá sögu, ok. Einu sinni var einn kall sem var að fara út í búð. En hann kom aldrei aftur. Veist það fyrir? Af hverju? Af því hann datt hann í hólu. Glæsilegt. En hvort lagi fannst þér skárra? Nei, það var steilega Pétur skárri, sko. Pétur skárri. Ætlar að gefa mér atkvæði líka? Já. Þarna þekki ég, maður. Gefa mér góða smásögu hér og gefa mér stig. Ég er með aðra sögu. Já, það leitar á þennan. FM95 Blöð, góðan daginn. Er hann farinn? Hann skellt á. FM95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Auðin. Já, góðan daginn. Já. Það var Pétur allan daginn. Já, maður. Vissi smítleysa þetta. Nú fer ég að vera brjálaður hérna. Herru, Viki, gaman að heyra það. Hvað þýrðu? Hann er að missa viti. Já, ég er búinn að missa viti, ég veit það. Hann er búinn að syngja yfir sig. Já, herru, bara ég þakka þér kærlega fyrir þetta atkvæði. Ég þakka þér fyrir ekki raskat. Leitar. Herru, veitu. FM95 Blöð, góðan daginn. Það er Pétur. Það er Pétur, já, þá er þetta búið. 5-1. 5-1? Er þetta hérna? Hvað rugl er í gangi, Syngur úr sér hjarta hérna fyrir hlustendur og maður fara eitt atkvæði frá einhverju sjóara. Hvað getur þetta verið, maður? Var enginn að hlusta á þig, veit ég? Herru, takk fyrir þetta. Takk innilega fyrir.
Vílíkt og annað eins. 5-1? Já, 5-1. Og þú fylgir ekki eins og laglínu, En ég treysti mínum hlustendum. Það er bara þannig 5-1 fyrir Pétri. Nei, tjekka á einum í viðbót. Hvað segir þau? Tjekka á Já, gamla trikki. Já. FM 95 blökkur eða fengið þitt atkvæði? Það er Pétur. Pétur, já, takk fyrir það. Takk innilega. FM 95 blökkur eða fengið þitt atkvæði? Seal the deal. Halló. Já, þessi er með síman inn í raskatinn. Já, góðan daginn. Hver eða fengið þitt atkvæði? Herðu, það er að sjálfsögðu Pétur. Já. Auði minn. Nú ætlum ég að hætta í þessum silly leik hérna, sko. Nei, þetta er góður leikur, ég er ánægð með þetta, ég er að vinna. Já, ég held að þetta bara, ég fekk alveg í hjarta, veitir. Þú verður að æfa þig betur. Bara í viðlaginu, þegar ekki? Mér finnst ég standa mér svo vel fram að viðlagi. Nei, veistu það, í alvörinu, Auði bara tók, Pétur tók þetta. Já, ok. Hlustendur hafa talað, það er bara þannig. Þú verður að taka hérna viku í að æfa þig. Já, ég finn eitthvað gott fyrir næstu keppni. Ó, já. Algjörlega. Takk fyrir þetta. Takk, bless. Takk. Pétur Jóhann, til hamingju með sigurinn og... Þú hata mig. Taktan og trottan upp í... Aftur endur. Nei, til hamingju. Takk bara sömuleiðis. Þú veist, ég held alltaf næst mest með þér í þessari keppni. Má ég fara heim núna? Er ég búinn í dag? Það er hálftími eftir á vaktinni. Nú, næ. Herru, Climax, Usher og takk fyrir því sem þið ringdu. Flott deg. I gave my best, it wasn't enough. You kept said we argued too. Þetta er rétt, ég kom með 2 SMS frá félögum mínu sem voru að spyrja mig hvort ég var að grínast. Þetta væri að versta sem þau eru heyrt af mér í karaoke-keppninni. Nei. Jú, Tólali klippti það hart og Rambóin minnst að sagði skjóttu þig. Ég er ekki sammálað þessu. Jó, hefðu hlustendur og viniðinu séð þig, hort á þig, þá hefðu gefið þér atkvæði. Já, fyrir innlifun. Já, bara þú veist, ég reyndi, sko málið er, já, ekki að fara að taka svona lög. Þetta er bara, þetta er eins og þú ert í American Idol, þá ertu með 3 dómara og hefði ég komið fram fyrir dómara og tekið þetta lag. Fyrsta sem að Randy Jackson vinnu minn, það er sagt bara, you gotta pick your songs, dude. Það er bara þannig. Yeah, man. Look, dog. Yeah. Hey, that was way out of your element. Yeah. Yeah, man. And you know it. En það var samt eins og hefði bara værið með tenniskó í hálsinum maður. Já, en önnur æðin tók maður. En það hætti henni, það voru illt í hálsinum af þessum viðbjóðslega söng. Og það er náttúrulega, sko, þetta er eins og mamma minn sagði við mig páskana, hvernig dettur í huga að vera kepp í söng þegar þú ert lélegasti söngvari sem til er. Ok, við getum bara hætt þessu. Karaoke-inu? Nei, ég þarf bara að velja lag sem að, ég ætla að gefa þessu sensi næstu viku. Keppið mig einhverju sem að þú myndir veist á, myndir rústa. Nei, ég er svo gaman að hlusta þig syngja. Það sem það vill ekki. En við skulum ekki staldra lengur við það. Nei, þú ert hérna með eitthvað indislegt frá útlöndum. Jú, ég er með hérna eitthvað sem vakti kátinu mína og ég hef alltaf gaman á svona fréttum. Það voru hérna, hvað er þetta, Ástralíu eða eitthvað, sem að nokkrir starfsmenn komið sér saman í fyrirtækinu og keyptu lottó og það var einn hillingur sendur út í búð að versla lottó með hana. Allir félagarnir allir saman í vinnunni. Þú ferð að kaupa með hann? Já, í Maryland hérna. Og nema það að svo kemur stóri vinningun á laugardeginum. Strákurinn sem sendur út í lottó, hann vinnur, en hann vill meina að ekki vera á miðan sem hann keypti með strákunum í vinnunni, heldur miðan sem hann keypti þegar hann var á... Þinn eigin? Já, þegar hann var með konun út í búð á sunnudeginum. Þannig að nú er allt vitlaust og þessi starfsmenn þarna í fyrirtækinu er að kæra strákinn og vilja fá sinn hlut af vinningnum. En er ekki bara auðvelt að sanna þetta? Ég er bara klukkan hvað miðin er keyptur. Já, ég myndi segja það. Ef hann keypti hann miðan fyrir starfsmennina og sjálfan sig á sama tíma. Já, það er spurningin. Sömu búð og það kemur ekki fram. Nei, hvort að þetta sé á sama tíma, maður sé að ég sé ekki... Ekki svakalega skilja hann. Með strákinn? Já. Það vilja bara eiga þetta einn? Já, sjálfsög. Nei, hversu lélegt er það? Það vera bara allir félagarnir saman og bara, herðu, unnu við? Nei, við unnum ekki, en ég vann. Ég vann, þetta var á... Strákar, slagja á, þetta er að miði sem að ég keypti, sko, bara með konunum minni, bara saman dag. Já, saman dag og bara rétt eftir að keypti okkar með. Við keyptum þetta allir saman. Nei, það er þessi miði, hérna. Hérna, hinum með það. Nei, þetta er ömulegt. Þannig ertu basically að segja að þú ert að taka pening fram yfir, sko, viniðina. Já, myndi maður ekki gera það okkur en degi. Já, hvað þyrftir mikið pening, Pétur, fyrir að tala aldrei við mig aftur? Ekki, ég bara bjóttu mér upp að maður. 100.000? Já, ég. Með 100.000, hvað meinaru? Með 100? Ég bara finn mér aðra vini maður. Já, ekki fyrir 100.000, hættu þessu. Já, ok. Hvað svona? Milljón. Milljón?
Sko, ef þú átt pening, þá kemur fullt af liði sem nennir að hanga með þér. Já, ef þú átt pening þá þarft ekki að ágjöra vinnuðinni því að þú eignast nýja vinnu. Já, þannig að þú veist, ef ég ætti alveg bunga peningum, gegn ég þurfti aldrei að tala við fólk að blöða aftur. Ég er að stríða. Þá er ég alveg bara að skála í kampavíni með allir bara saknar nautablöðu. Nei, ég sakna hans ekki neitt. Nei, fá þig kavíar, maður. Fá þig bara kavíar. Hefurðu heyrt Fíbli syngja? Já, þetta var allavega gaur hérna út í Ástralíu sem að skeita á sig. Við ætlum að fara hér í örstutt skilaboð og svo veit ég að Pétur Jóhann Sigfússon ætlar að segja ykkur kæru landsmenn hvernig veðrið og það alltaf skemmtilega liður. Allir að bíða spenntir eftir því. Fólk bíður spennt eftir því, ég get lofað þér. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Fáðu smálán hratt og örugglega akkurat núna. Hraðpenningar.is. Við hjá Dominos leggjum höfuðáherslu á hágæða hráefni. Sem dæmi notum við ekta íslenskan mozzarella ost og ananas sem liggur í náttúrulegum safa. Þetta lítil sönnu þess að Dominos býður meiri gæði. Dominos 58 12345. Upplifðu dansgleðina að hætti So You Think Again Dance á Sjóðheitu dansfestival í Þrótti 12. til 14. apríl með dansstjörnum þáttana hjá Danscenter Reykjavík. Glæsileg sýning í lokin í Hörpunni. Komdu þér í fattaform. Sumarnámskeiðin hefjast í kjölfarið í júní. Ekki missa þessu einstaka tækifæri. Tryggðu þér pláss og skráðu þér strax á danscenter.is. Til að vera snillingur þarftu að læra meisturum. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. FM 95 Blöð í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95 Blöð á FM 95. Með Undisclosed Desires en það hins vegar komið að lið sem reglulega hérna hjá okkur Pétri og kallast á liður veðrið. Kíkjum til veðurs í FM 95 Blöð. Hvernig veðrið úti? Hvernig er veðrið úti? Ég veit ekki. Spáður þessu? Ég veit það ekki heldur. Þeir fara ekki með mjólkina norður og þessu? Já, nokkuð ljótt. Það félag húsasmíðamestara sem býður þér upp á veðri í FM 95 Blöð. Og ég vonandi með Pétur hérna á línunni. Halló. Hæ. Pétur? Nei, hann bara getur ekki komið í síman. Hæ? Hann bara þú veist. Hver er það? Hann eitthvað upptekinn. Hver er þetta? Pétur getur ekki komið í síman. Hvað er hann eitthvað vengið? Pétur? Hver er þetta? Ég veit það ekki. Hæ, hvað er... Hver er þetta? Hver er þetta? Þetta er Öddi, segðu að drulla sér í síman, við erum í veðrinu. Þetta er Öddi og það fara í síman. Já, ég hef ekki tímið það nú. Þú er bara að hringja seinna, hann hefur ekki tími í þetta. Hver ert þú? Hver ert þú? Hver ert þú sem ert í símanum? Er Pétur? Ég er ég. Já, hann hringja bara seinna. Hringja bara seinna? Nei. Pétur? Hann getur ekki talað. Herru, sett hann í... Já. Ég tala við seinna, Galli. Fórst ekki út til að fara í veðri, villisengurinn? Leðu bara á hann. Já, bless. Halló. Hvaða... Ég veist það, Pétur, þú ert svo... Það bull er þetta. Ég byrst afsökun á þessu kæri hlustendur. Pétur Jóhann Sigfússon með eitthvað skemmtilegt grínit í gangi. Halló. Er Pétur hann það? Nei, hann getur ekki talað. Hann er upptekinn. Ég hleyp út og ég tek síman og treð hann upp í raskatið á hann meðan hann fer ekki í hann. Já, á meðan hann hleypur út, þá getur þú tekka á veðri og getur tekið þetta sjálfur. Pétur! Hvað stundir þetta hérna? Hæ? Hinn undan? Já. Hver er þetta? Pétur, hættu þessu. Ætlar í veður eða ekki? Já, bless. Herri, jæja, við förum greinlega ekki veður í dag. Ég hlakka til þegar Pétur mætir næstur inn í stúdíu. Þetta er einhver húmor í honum. Þannig að við verðum bara að taka veðrið í næstu viku.
Á FM 957 og humoristinn og snillingurinn Pétur Jón Sigfússon mættur aftur í stúdíu eftir að hafa farið út að tjekka veðrunu fyrir mig. Hverju sagður ekki bara fekar og nenntir ekki veðrið? Jú, ég nennti alveg við veðrið. Ég bara þurfti svo að henda smá dóti í sendibíl hérna fyrir utan og gastu ekkert ekki veðrið? Hvað segirðu? Nei, og það var bara stelpa Hvað stelpa var þetta sem var í símanum? Bara stelpa sem átti leið hjá. Svaraði bara fyrir mig. Sem þú baðst að taka bara síman fyrir þig? Já. Já, þú gæst ekki hendi í mig bara að væri, hvernig var veðrið samt? Fyrst þú ert nú komin inn. Bara fínt veður. Hellingur og liðið að nútið sem við erum virkilega að fá að vita. Stilla sig inn á þetta. Já, ég er gaman fyrir hlustandan, hann er búinn að stilla sig inn við með þessa kynntum sérstaklega inn veðrið eftir auglýsingar. Ég veit það, ég tek þetta á mig, ég beðist afsökunar á þessu. Og þá var bara einhver fyrirvændi kærastæðin í símanum? Nei, þetta var bara stelpa sem átti leið hérna hjá og sendibíllinn sem ég var búinn að vera að bíða eftir röðu klukkan 5, hann kom akkurat á þeim tíma sem ég var þarna fyrir utan. Ég þurfti bara að henda ykkur stólum og svona drastlinn í hann sem hann er að fara með fyrir mig. Það er engan tíma til að fara í veðrið? Nei, bara þannig. Ég tek það bara næsta miðvikudag. Þú tekur þetta næsta miðvikudag? Já. Herðu, hvað á annars að gera í kvöld, Pétur Jóhann? Það er miðvikudagur, ég sá nafnilega, mér var hugsað til þegar ég sá að Grey's Anatomy er að byrja aftur. Grey's Anatomy! Það er að byrja aftur. Er einhver á spítalanum ekki búinn að sofa með einhverjum? Það skiptir einhver máli. Ég held að þetta sé orðið með þess að þannig að flestar eru búin að fara á, nammi sjálfsælun þarna. Það sem skiptir máli í þessu, þetta eru vel skrifaðir og vel leiknir þættir. Já, ég efast ekkert um það. I'll give you that. Nei, Grey's Anatomy, jú, það er rétt, það er að byrja aftur í kvöld og maður kemur til með að setja spenntur yfir því og horfið örugglega á það bara á Stöð 2 og Stöð 2 Plus. Það er ekkert annað. Svo ertu með Gossip Girl á sínum stað, Hanna fyrir Ísland. Eða Gossarinn eins og ég kýsa að kalla. Já, að gossa sér í hann. Já, ég ætla að taka töfaldan Gossara í kvöld. Hver er þinn maður hérna í Gossip Girl? Það er Mr. Lonely Boy. Mr. Lonely Boy? Já, hann er indíslugur maður. Hann er góður drengur, ég finn svona samúð með hann. Herru, og síðan er það bara, ef maður verður heppinn að maður kannski að hella rauðvín í konuna og þegar það svo er, þegar hún er komin í rauðvín, þá er nú aldrei að vita hvað gerist, Þú getur orðið heppinn bara. Ég er að stríða. Er þetta þannig? Þarftu að fylla hana Sigrúnu svo háur eitthvað? Í dag er það orðið mikið þannig, já. Það var ekki þannig, en í dag erum við að hallast náka. Nei, látti ekki svona maður. Láti ég ekki svona, ég er ekki að segja neitt. Það kemur allt frá þér. Ég tek þetta allt aftur. Nei, þetta verður bara miðvikudagskvöld eins og þau gerast best. Bara kósi og næs, ég fíla. Já, ekki drugl og... Við þurfum að kveðja þetta aðeins fyrr við Pétur því að ég er að fara á smá fund hérna klukkan 6 og þarf að keyra þangað og tekur mig allavega svona 5 mínútur. Pétur, það er búið að vera sannur heiður að vera hérna með þér í dag. Sömuleiðis. Alltaf gaman að fá þig heimsókn. Gunnþór fór á kostum í dag. Við vorum með, hvað segir, keppnin okkar. Já. Og Karokki Ásdís Rán, þökkum henni kærlega fyrir komuna. Og já, ég minni bara á þáttinn hérna á morgun frá 4-6. Takk vel á móti Rikka G sem er rétt á komið inn í stúdíóið. Hann verður með ykkur til 9 í kvöld. Takk fyrir að leyfa mér að vera hérna. Já, bara takk fyrir að koma og þú kæri hlustandi, takk fyrir að hlusta. Við ætlum enda þetta á, svalasta laginu í dag. I don't know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me.